Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like no. Appelsínugulu hlustendur, fyrir að hlusta á Tveir á topnum, besta hlaðvarp á Íslandi eða bara langbesta hlaðvarp í heiminum. Þetta hlaðvarp er svo gott að allir elska það. Tveir á topnum er svona vinsælt vegna þess að Oddur og Tóti eru frábærir. Nei, frábærastir. Þess vegna elski þið okkur öll, vegna þess að við erum bestir. Þessi besti þáttur af öllum er númer 75 og hann er svo mikið langbestur vegna þess að hann fjallar Donald Trump. Hinn hámenntaða og flugmælska allra besta Donald Trump sem ætlar að hjálpa Tveimur á topnum að vera stórkostlegir aftur. Þótt hafi alltaf verið stórkostlegir vegna þess að þeir eru gáfaðastir og bestir, mest bestir af öllum. Þannig að bara sorry lúserar og hattarar, við erum með hæstu greindavísitölu sem mælist hefur og þið vitið það vel. Þannig að enga kompleksa, það ekki ykkur að kenna hversu vitlaus þið eruð í samanburði við okkur vegna þess að við erum bestir og þess vegna erum við Tveir á topnum. Já, ég hef einhverju þetta bætt. Ég get ekki bætt neinu við þetta. Nei, það var ekki hægt. Ég bara veit ekki hvernig J.D. Vance hljómar, það hefur verið gaman að taka einhvers konar J.D. Vance eftir þér með. Já. Ég veit ekki hvernig það talar. Getum við ekki fengið hann eitthvað með þá? Hann er svona, tengis bíómyndunum. Það var kvikmyndið ykkur helviti spókað töra eftir hann. Já, nákvæmlega. Hillbilly Elegy. Já. Heyrðu, en hvað ef þetta hefur ekki komast til skila, þá er þetta hlaðvarpið Tveir á topnum. Og við fýlum ný endurkjörinn aftur forseta Bandaríkjanna svo mikið. Já, við þórum ekki öðru. Þá verður þessi þáttum meira minna lagður undir Donald Trump. Eða sem sagt nýja bíómyndum Eðlilega og þó að Donald Trump sé náttúrulega ekki alveg hæfileika ríkur, klár, fyndinn og skemmtilegur Adam Sandler, þá höfum við samt fengið Jón Þór Stefánsson blaðamann og stjórnmálafræðing og prófessor í Adam Sandler. Jón Þór, varstu hissa? Nei, ég var á nætuvaktinni á Vísi þegar þetta var allt saman að gerast. Þannig ég kannski fékk ekki að vera að hissa, þetta gerði svona smátt og smátt hjá mér en ég kannski líka var að búast við þessu. Þú varst að búast við? Já, ég held það. Það er náttúrulega það er alveg til bara skjalfest bara í þessu hlaðvarpi að ég hef búin að vita þetta eiginlega í 4 ár. Er það skjalfest? Ég hef búin að segja þetta, já, spilaði bara það sem ég hafði að segja í þætti 44, þetta er þáttur 75. Ok. Þá vorum við að tala kvikmyndina Civil War. Hvernig var þetta tekið upp? Hvað, 44 þetta síðan? Nei það er ekki breynt manni bara vor eða sumar, þetta var þegar Viktor Orri Valgarsson sem er meiri alþjóðastofnfræðingur þú var hjá Ok, þú ert með klippu, við skulum hlusta Já, hlustið bara hvað ég hafði að segja þá Hreinsa það eins út mér með að taka bara góða sirpu af rillismyndum Tóti, það er Reykjavík 31. október Ég að segja að þú ert að heyra fyrst eftir 6 daga þegar það er kosið á vinnum Kamala Harris Heyra fyrst hér Það er verið að ofmeta hana Ég ætla að segja það strax Það er verið að ofmeta hann í skoðunum Þetta er ekki hreinsa það Ég ætla að slökka á þessu Það er verið að niðurlæga mig Þú vissir alveg að þetta væri vilt klippa, það ekki það? Þetta var niðurlæg Þetta var þvílíka niðurlægin Þú ert bara ægilega jafn vitlaus og Mike Pence passaði bara ég hengi ekki fyrir þetta Nei, þetta er nú bara viku gömul klippa Þetta var í lok Halloween þáttarins í síðustu viku, þar sem að þú sem sagt varst að róa og hugga Tóta vinnin með því að Kamala Harris myndi vinna þetta. Já, ég Samt gott að við spyrum ekki lengra, það varst eitthvað að tala landslæt og Vá, Mari, en svo slóstu varnagla og sagðir að þetta gæti líka farið hins og þá verið að landslæt Trump megin. Já, sagði það ekki það? Eins og alvöru stjórnmálafræðing. Það var annarkvort eða. Já, nei, þetta var mjótt, það var líka vont að hlusta á þetta. Ég veit sérstaklega því ég bjóstu þetta er önnur klippa Já, ég veit ekki hvað ég hef gert við klippuna mér en það er sem þegar við vorum að ræða Civil War þá slengdi ég því fram að þessi mynd væri náttúrulega sérstaklega relevant því að nú yrði störtlaðar fasisti bráðum aftur forseti Bandaríkjanna og alþjóðastjórnmálafræðingarnir þeir voru ekki sammála með Nei, og þá vorum við mér að tala þá var Viktor Orri að segja okkur að þetta var nú fyrir að snúast með Biden þú veist þetta er það langt síðan það var ekki Kamala Harris Nei, en þetta
kemur nákvæmlega ekkert óvart. Ég náttúrulega ógeðslega svartsýnn eðlisvari. Já. Ég get bara vitnað í sko Lucifer í meðfyrum Robert De Niro í Angel Heart þegar hann vitnar í Sophocles og segir Alas, how terrible is wisdom when it brings no profit to the wise. En þú ert Trumpist Nei, hvað það? Þú ert með derhúna á þér Já, það er ég svo fyndin svo írónískur. Já. Nei, en ég náttúrulega alltaf svartsýnn og líka þegar ég held að þið gleymi því oft alþjóða stjórnmálafræðingarnir. Þið taki aldrei the human factor inn í þá kemur sér vel að vera bókmenntafræði var alltaf tjúnaður inn í. Hann þetta að illa vegi alþjóðastjórnmálafræðingar þegar stjórnmálafræðingarnir taka aldrei human faktorinn inn. Þeir taka alltaf gögnin. Alþjóðastjórnmálafræðingar, ég er alþjóðastjórnmálafræðingar hugsa eiginlega neitt nema mannlega eðli okay. Realisman og hvernig alþjóðastjórnmálafræðingar þá skil ég ekki hvernig þið gáttu verið svona way off. Nei, ég bara held einhvern veginn. Ég veit ekki hvað ég held maður. Ég held einhvern veginn að konu myndi fleikast af kjörstað og ég held einhvern veginn Nei, bara allir sem áttu alls ekki bara að kjósa by default, guðsan. Einmitt, akkurat. En þetta komur ekki óvart en þó ég sé svona svartýr þá ég leiði mér alltaf að vona þannig að það slöknaði þarna vonarnesti hjá mér. Akkurat. Já, nei, sama hér. Ég meina þetta kom fram verulega mikið óvart. Já, ég samt bara hvernig dættu samt fólk í hug að Bandaríkjamenn svona in general séu vilji fá konu og hörnstökk á konu frekar en appelsínugulan kall. Þetta er náttúrulega bara no-brainer Einmitt, akkurat það er náttúrulega, mjög svona innbyður sexismi í mjög mörgu í bandarísku samfélagi. Já, en ég veit ekki með þessa mynd The Apprentice. Við ætlum að tala um hana eiginlega undir allt öðrum formerkjum, Við ætlum að tala um hana undir þeim formerkjum að hann væri svona yfirgefa sviðið og við myndum bara ekki sjá hann aftur í nokkur ár og nú er allir búin að vera bömmur eða mjög margir allana fyrir utan íslensku trumpistana sem er náttúrulega mjög margir og mjög kátir. Já, og mjög kátir. Þeir eru ekki mjög margir. En núna þú veist það náttúrulega vill eiginlegin kannski pæla í þessu en við ætlum samt að tala um þessa mynd. Já, við náttúrulega látum ekki stoppa okkur en það má alveg kannski fylgja með það við vorum náttúrulega ákveðnir í því að það er minnstamál í heimi að fá gesti í þennan þátt til þess að ræða þessa mynd. Já, svona og ég held að við hefum bara sjálfnar lagt jafn mikla vinnu í það að reyna að fá eitthvað. Einmitt. Og og endum náttúrulega bara með að fá blaðamann því að blaðamenn náttúrulega þeir vita hvað skildan liggur Er ekki ánægð með trausti Ég var 16. í röðinni Við reyndum 15 á undan því, nei, alls ekki. En svona líka gengum náttúrulega fyrst í svona Trumpista stabban, upp á skemmtigildi. Við vorum að prófa svona ímislegt. En Trumpistarnir voru náttúrulega bara ekki búin að sjá þessa mynd. Nei. Og sennilega ætlaðir ekkert að sjá þessa mynd því að ég held að þeir séu alveg finni það alveg svona bara í atmosférunni að þetta er ekkert eitthvað Þetta er Hollywood hoax. Þetta er ekkert barnanýðinga myndin, hvað heit hún Allt rætt Já, myndin, upphálsmyndin okkar Sound of Freedom Já, þetta er ekki það take á Trump Nei, einmitt Og hinnir bara sem eru bara sleikja sárin það vill enginn koma að tala um Donald Trump það bara fólk er alveg bara í henglum Já, þetta er skellur Skellur En já, þessi bíómynd 2024, nýkomin út komin í bíó, við erum allir þrír búin að sjá hana Já, það er nú vel gert Þannig að það er mjög vel gert Ef við samt kannski bara að byrja bara á smá formálum við fengum svona boð og svona boð í bíó svona tveir á toppnum eitthvað Ég hef bara ekki fengið svona fengt boð síðan ég var bara síðan fréttablaða með 67% lestur og allir vildu vera vinir mínir Akkurat, frá Smárabíó Já, frá Smárabíó og þá svona fylgdi það sögunni að markastild Smárabíó sem hefur bara aldrei lent jafn miklu vesenni með að plugga nokkra mynd á samfélagsmiðlum. Einmitt, út af kosningunum. Já, sérst bara einhver algoritmi hendi alltaf auglýsingunum út jafn núðum. Já, ok. Já. Ég veit ekki samt, þú veist, var það að því að algoritminu var þá Team Trump eða ekki, Að því að Trump villu vantarlega sem minnst af þessari mynd við það, Eða er þetta bara áróður á kjörsta eða hvað, ég er náttúrulega alveg að skilja málfrelsi og mannréttinda skilning þessara samfélagsmiðla konga Já, þeir náttúrulega hertu reglurnar mjög mikið sérstaklega eftir 2016 þú veist, þegar þeir komast að því að þeir hefðu einhvern fyrirtækjum út í bæ hefðu tekist að nýta, algoritmana þeirra
bara markvist til þess að fá fólk til þess að breyta skoðun Já. það voru reglulega aðeins hertar sko en þetta er náttúrulega búið að vera mjög skrítið á þessu samfélagsmiðlum sko. Já, ég með þú ert að auglýsa fucking bíómynd hvaða einmitt, akkurat, svo er þetta náttúrulega með heila miðl sem bara var bara gerður áróðsvel fyrir Donald Trump var það X Twitter, X Elon Musk náttúrulega bara það verður ekki Elon Musk bara gamemálar á þeirra hjá Trump þá eða eitthvað jú, ætlaði ekki ætlaði hann gerir ekki bara samaði Bandaríkin og Twitter þetta allavega þótti fréttnæmt og þá er þetta önnur bíómyndun stund tíma sem kemst í fréttir en hann kannski lítil hætta á því að áhörfundir muni falla í yfirlið og gubba unnvörpum yfir þessari apprentice-mynd, hún er ekki svo þó að vísu hún fjallir náttúrulega frekar ógeðfellt fólk hún er alveg svæsin en hún er kannski ekki þannig ekki þannig en það er líka sennilega nú flestir búin að byggja upp kannski svona smá óþól fyrir fíblagangin í Trump sem er einmitt, ég bara ég horfði bara eins og ég sagði bara á þessa mynd þannig að ég mér leiði eins og ég var að kveðja eitthvað sko. þú varst ég var algjörlega við það Alia Basi leikstýrir okkar maður sem er leik í þáttunum Succession leikur Roy Cohn hans læriför Jeremy Strong Sebastian Stan leikur Donald Trump Winter Soldier úr Marvel heiminum og Tommy Lee Tommy Lee ekki Tommy Lee Jones Tommy Lee Trömmar að Mötley Crüe í Pam and Tommy sem voru helviti góðið þetta hann er svolítið í þessu að leika raunverulega douchebags akkurat nákvæmlega fóru þeir líka í bíó fyrir kjörtan ég sá þetta hvað var ekki, kosa þriðdægin ég sá þetta mánudagskvöldi ég líka ég hef örugglega hort á hana með aðeins meiri alvöru af alvöru ef ég hef vitað hvernig þetta færi allt saman en ég veit skil ekki alveg okkur upptekinu því að það voru kveðjugt manni því að þetta náttúrulega er ekkert svo Trump sem við höfum séð í þessu hlutverkið embætti þetta er 80s, 70s, 80s Trumpin þetta er svona byrjun á ferlinum hjá honum og þetta er svona ef við setjum þetta bara í svona ofurhetju mynda samvikið þá er þetta svona bara the origin story þetta er bara svona sköpunarsaga Donald Trump og svona maður ég held að þetta sé nú bara frekar svona akkurat og er þetta byggt á okkur bóka okkur er þetta byggt, vitum við það? Nei, ég held að þetta er bara byggt á bara fréttum og slúðudálkum síðustu 40 ára eða svo Hvernig fannst þér þessi mynd? Ég var bara mjög hrifinn og ég á oft erfitt með svona ævisögulega myndir af því að það er einhvern veginn þurfa að byrja bara eiginlega nánast frá fæðingu og svo bara fylgja persónu til grafar en mér finnst alltaf mikill kostur þegar svona, myndir bara taka eitthvað tímabil fyrir og krifja það frekar en að ég þurfi einhvern veginn að fylgjast með leikskólagöngunni og svo hversu erfitt það er að elli heimilinu að bara fá það sem að skiptir söguna máli og líka eins og með þennan mann þá þarf náttúrulega ekki að vera alveg að rekja okkur í gegnum allt drasli þetta er náttúrulega hann er frekar þekkt stærð kannski svona af því þegar við erum að tala um þetta kannski verið gaman að sjá hann í barni það er ekki verið hvernig var það? Þetta var svo heilfrið og skemmtileg fjölskylda Trump-fólki, en líka bara svona það sem að gera hann heldur svona góði líka hún tekur náttúrulega bara svona hún náttúrulega, þetta er mjög flott frásagnartækni því hann er kynnist Roy Cohn og þetta er svona bara Anakin Obi-Wan bara mjög vondir gæja en þegar kristallast bara svona þeirra samband hitt er svolítið bara svona eitthvað í kring það er svona aðalatrið og þá er það líka bara svona sett frá mjög sannfærandi kenningum af hverju kvikindið er eins og hann er og svo er þetta þetta er náttúrulega þetta er Trump eins og ég man eftir hann þegar ég var úlingur hann var alltaf í á slúður síðanum í mokkanum og tímanum og blöðunum í den og hann var æðislegur, þá var allir bara Donald Trump, þetta er bara dríkast maður í heim og sjá hvað er svo ógislega sætt og hvað er flottur hann var alveg þarna hann var bara orðin, bara á 9. áratugnum var hann bara orðin frægur aðal gæinn hann cameo hlutverk í Home Alone 2 mitt, akkurat og þá náttúrulega samt sáum við náttúrulega bara þessa lífsfrétta glansmynd á hann það var alltaf ekkert verið að svona sína manni inn í sturlaðan hugarheimi sem hans nei
Ég hef ekki vita hver þetta var þegar ég var lítill eða það hef ekki verið fyrir raunveruleika þarna sko. Já, The Apprentice. Já, svolítið flott að myndin hafi sama titil og þessir raunverulega þættir. Herðu, You're fired. Þú vorum að spá í hvernig við ættum að opna þættin. Við ættum að spila hann á fucking titilæðinu úr þáttum. Já, var þátturinn með titil. Money menn ekki eftir að segja geðuðu veikt lag Þú getur fundið að spila það þegar í lokin. Nei já, þetta fjallar þetta er svona, þá og þetta er svona Hvernig kynnast? Flott, sko, þetta er náttúrulega bara því að, þetta er svona, hvað er hann? Hann er glorified svona bara rukkari fyrir pappa sinn. Pappa er náttúrulega bara slumlord þarna í New York og þar er Donald Trump bara, hárið á hann byrjaði að vera bjánulegt og hann er bara hann í ríkfrakkanum, lúser. Fær að vera hann í einhvern klubbi þar sem hann kynnist Roy Cohn. Já, og hann er svona hann er svona jafnvel, hann er svona næstuð í sympatískur hann í byrjun. Já. Hann er hann að labba á milli og þarf einhvern veginn, þú veist, ekki að maður vorkinni miklu frekar hann að greiði leigjendunum hann en hann er samt ekki einhverju mjög spennandi stöðu hann að vera að rukka og fá sjóðandi vatni í andlitið og Nei, já, hann er að rukka hann fyrir pappa sinn og leigjendunir er ekkert rosalega mikið hrifnir að vera að punga út peningum og hann að drulli yfir hann sko. og hann er líka, þú veist, pappi mín er ríkur og bla bla og hann fær samt ekki sko, meiri sess í family hierarkíun heldur hann að vera að ganga á milli stegaganga í niðurnýtum blokkum í New York og rukka leigu sko. Og mér finnst þið koma og þessu svo mjög þegar hann sér gelluna þarna í vönu þá er þetta bara svona 80s gamamynd sko, eitthvað svona lúði að reyna við gelluna sko, gengur ekki neitt sendir henni eitthvað bílfarm á blómum og eitthvað bara Mér finnst það komast vel til skila að áður en hann kynnist Roy Cohn það er hann svona temmilega eðlilegur hann er ekki orðin þessi Trump sem hann er í dag sem hann alltaf tala um great success, the biggest eitthvað in the world þetta er áður en hann fær ego-boostið sko, sem hann alltaf færaði að einhvern veginn þá tókst honum að vera ógeðslega ríkur á þess að eiga mikið penning sko, alltaf og líka samt og bara svona smá snappsjótt inn í fjölskyldulífið alltaf stóri bróðir hans alltaf bara fársjúkur alki og kallinn náttúrulega Freddy Trump eða Fred Trump eldri var náttúrulega bara viðbjóður, bara andstyggilegu maður og þessi fjölskyldi náttúrulega eitthvað beiklu og tráma hann var hann samt við að vera að hanga með þessu Roy Cohn sko. Pappin, það verðist vera eitthvað svona þú veist, ég veit ekki, allan að sensa af einhverju decency, hann að segja, þú ætti ekki að hanga með þessum gæð sko. og svo verður hann það sem hann er með því að hanga með þessum gæð sko. Róki og fordómar, minna Cohn náttúrulega var gyðingur sko, það var kannski bara verið nóg fyrir gamla drump Nei, en líka svona Roy Cohn er líka náttúrulega, hann er þekkt stæðir náttúrulega andstyggilegur og allræmdur sem að hvað hann var lögmaður og saksóknari í McCarthy svona reis til áhrifa með að vera bara sko bara helsti hensmun og ráðgjafi Joseph McCarthy í kommunistafsóknunum sko. Og alltaf hann státar að því að í myndinni hann fyrir nú heilmiklu ábyrgð því að þau hafi voru tekin á lífið þarna, hvað hétu þau? Hjónin Julius og Ethel Rosenberg sem að hann fékk dæmda til dauða fyrir njósnir og landráð og hann er að segja Trump sko frá því þarna þeir eru að kynast á því myndin sko bara þú mátt ekki sína neinum miskun, engum og þeir sko náttúrulega, þetta var náttúrulega alveg no-brainer að þessi Julius Rosenberg er tekin lífi sko, en það var eitthvað að tala um að þyrma henni Ethel að því hún ætti lítil börn og svona nei, ég sá sko til þess og hann er alveg bara algjörlega harður á kennunum þessar 3 reglur sem verður náttúrulega bara að vera undirstaðan í því sem hann er í dag þetta er bara þegar Cohen er að þylja á yfirumsreglur bara alltaf bara attack ljúðu upp úr til þinn eigin sannleika og bara aldrei viðurkenna neitt þetta er bara, hann er búin að vera að spila þetta náttúrulega bara frá 2015 alveg bara systematist og þetta er hvað, 75, 6, 7 þannig að þetta hefur alveg sittið fast í honum en þetta er Trump sko, ég er ekki alveg vissum að þessi myndmenn er að trekka í bíó því að Trumpistarnir sennilega vilja sniðgangana og aðrir meika ekki meira sko, en þetta er alveg bara ferlega skemmtileg mynd
og svona framan af bara svolítið spennumynda spennufílingur í þessu sko og og svona einhvern veginn svona ekki svona cheap tækifæri sinni svona ævisögmynd, þú veist hvað búið að vera eitthvað Amy Winehouse og svona bara dett inn svona einhverjar ævisögulega myndir sem eru bara ekki neitt sko helst náttúrulega bara og getur selt eitthvað soundtrack með þessu og Whitney Houston eitthvað en þetta svona þannig að þeir eru báðir alveg yfir ykkur hrifnir ekkert yfir ykkur hrifnir eða ég veit ekki með þig en ég var mjánaði með þessu mynd og það er mjög gamla henni og það er náttúrulega vega þingst náttúrulega bara þessi tveir sko Sebastian Stan og þessi Succession-gaur, hvað heitir hann? Jeremy Strong, þeir eru ógeðslega góðir og náttúrulega sko Jeremy Strong, hann hann leik fyrir alltaf eitthvað svona ógeðslega creepy gæja sko. Mér finnst hann náttúrulega alveg sérstaklega góður sko. Fárlega góður sko. Og hann það alltaf í vís svona þessum ævisögulegum myndum þá alltaf þessi samkvæmisleikur hvernig einhvern text að herma eftir viðkomandi og það mjög skemmtilegt að í þessari mynd að tekst þetta alveg einstaklega vel maður þekkir ekki Roy Cohn eins og maður þekkir Donald Trump en hvernig hann hálsin á honum alltaf postur hann rosa skrítin eins og sé hrækamur eða dúfa svo tungan alltaf þegar hann hlæri í þessu örfáðaskipti þá alltaf með hana úti og það er æðislegt að fylgjast með honum og svo sér maður hvernig Donald Trump hann fæðist svona smátt og smátt akkurat stúturinn verður alltaf meira og meira það er náttúrulega þessi gaur, handrukkari pappa síns bara svona semiglataður svo bara, við sjáum bara svona fjölmiðla ímyndina sem að Trump er búin að búa sér til fyrir löngu síðan, verða bara til að og hann kennur honum einhvern veginn að bara hvernig á einhvern veginn að leika á kerfið, þú veist hvernig hann komið fram í fjölmiðlum, hvernig á að tala, þú veist alveg bara múta, búlja og tuttast og svindla og svona og verður með sambönd sko, það er svo þetta byrjar á því að Trump-fækarnir þeir eru bara að missa allt þetta er allt í bokki sko bara kerfið því opinber bara að taka á niður og þá vælir hann í Cohn sem að bara reddar þessu aðalega bara með ekki bara fjárkonum og mútum og einhverju svona sko og rukkar hann svo ekki segir sko, nei þú þarf ekki að borga nú ert þú vinur minn þú sér mig og ég sé þig sko það er náttúrulega gengur þetta rosalega mafjósa við höfum þetta að fá Vestar Björn Þorláksson blaðamaður sig hann var einmitt að skrifa heila bókum svona besti vinur aðal svona spillingu þetta er kjarnin í spillingunni sko. Þetta er kjarnin þetta mafjósa þetta transaction dæmi sko. Þetta er víða sko. maður sér þetta ekki en þetta er víða en sko, en svo hvað svo náttúrulega kannski klikkar eiginlega Cohn og því sko að sko hann er náttúrulega eins og Satan sjálfur sko, Cohn og hvernig Jeremy Strong leikur, þetta er náttúrulega bara eins og Satan sé þarna sko en svo er það bara og Cohn náttúrulega vantarlega gengur til því að sagt, Trump sé fástinn í þeirra sambandi sem að þarf að selja sáli sem alltaf en það beautyið við þessa sögu og þessa mynd er náttúrulega að Trump er horrorinn sko. Þú veist, hann er meira skrýmsli heldur en Roy Cohn sko. Roy Cohn náttúrulega hatar homma ekkert eðla mikið sko. Þetta er hann hommi sko. Og hann deyr 86 úr svona alnæmis tengdum meinum hann leitaði svona alltaf stafallega en hvernig var það Tóti? Manstu var Roy Cohn alveg þekkt staðrætt á sínu tíma? Manst þú ekki, eftir? Nei, ég man ekkert eftir hún þannig hann meira bara ég er ofta og ungur sko en ég held að svona en alveg svona sögulega þá bara aðalega út af McCarthy sko. Ég náttúrulega sláði hann upp svona Wikipedia þá var nú strax mjög ofalega og svo var hann mentor tilhónandi bandarækjaforseta fyrirhónandi núverandi Nei, hann er alveg briljant þessi Jeremy Strong og en svo náttúrulega svona fjarar undan Cohn sko og hann fer þá svona rukkin greiðana eða þá kemur að Donald sko að gjalda líku líkt ekki til í dæminu sko bara alveg ótrúlegur og þá er Trump einhvern veginn bara komin einhvern annað bara hann er eitthvað veikur og
Já, líka, Trump er líka, hann er svolítið sjúkdóma, svona germofób. Jú. Það helviti gott, en hann fekk Kóni heimsókn og svo bara allt gufur einsað bara þegar hann kalli. Og hann búin að passa að þeir væru alveg stórt langborð og þeir væru sitt hverjum endan. Rosalegt. Já. En það er sem að finnst mér gera þessar persónu Donalds í þessari mynd og ég bara segir meira allt það, því að Cohen er bara dímon, hann er Satan. En sko, svo verður hann freistuðist ekki til þess að finna svolítið til með honum. Jú. Þegar hann fer að koma þarna og svona seinni hlutan verður hann að missa tökin og ætlast til þess að Donald gera eitthvað fyrir sig. Hann er bara svona umkunnaverður vegna þess að sko lærisveitnin er svo miklu meira monster. Af því hann kendi honum svo vel. Já, svo ótrúlega vel sko. Hendur hérna vinans út af þessu hótelherbyggið hérna. Trumparinn sko. Já, banalegunni. Já, náttúrulega vil ekki vera með einhvern mann sem með AIDS, þú veist. Nei, þetta líka var náttúrulega kannski þetta var svona þessum tíma, það voru allir skítrættir það vildi enginn, þú veist, vissi ekki hvernig þetta síktist. Það bara svo væri COVID á þess að væri COVID sko, þú þóri enginn að halda sér í stöngin í strætó það er bara einmitt sko, akkurat. Nei, þú veist, þetta var náttúrulega svo gefur hann nú þessa ermannhappa sig sem kemur ljósa svo bara eitthvað rusl. Mér var staðileg besides the point, þannig gefur hann einhverja ermannhappa og hvað stendur á þeim? Trump. Já. Þetta er svo narsisíst og klikkað sko og þetta er ógeðslega dýrt með eitthvað og en þú veist, gæti hann ekki látið skrifa Roy eða eitthvað, nei, bara Trump og var þetta bara eitthvað glerdraft. Úff. Ætli þetta verði ekki svona núna er hann fórsetið núna fer hann að hefna sín og öllum og Jú, hvað getur hann sko gert mikið, hengt sér mikið, ég veit ekki, það náttúrulega er alltaf eitthvað, það er náttúrulega fólk að fara með þessu möntur núna bara svo bæn sko, Bandaríkinu er lýðræðisríki, það er þingræði, þingi hefur völd, þingi getur stoppað. Hann er með völdi öllu, hann er með dómskerfi bara. Já, hann er alltaf búin að raða sínum mönnum í Hæstarétt og allt þetta. Það getur ekkert stoppað núna. Nei. En eins og hann er leiðilegur og óþolandi í fréttum og in real life, þá er hann sko fín persóna í bíómynd, það er fínt karakter alveg óþolandi gimp náttúrulega og hann heldur þessi ekki fyrsta af mörgum við hljótum að fá talsvert fleiri Trump-myndir. Já, hlýtur að vera þessi kostingabarátta bara sem var að ljúka núna hún hlýtur að verða bíómynd með Skotarusuna og Biden að hætta við og eitthvað. Svo líka væri nú alveg hægt að gera bara eitt svona psychologiska thriller sko Melania sem er ekki Melania bara löngu búið að grafa hann eitthvað í bakgarðinum og þetta er bara eitthvað mætti bara tvífari body double eitthvað það mætti 100% eitthvað tvífari nei sko mér fannst þessi mynd bara allt í lagi, ég ætla bara að segja mér fannst hún ekki skila mikið eftir sig mér fannst þetta vera smá svona ég hugsaði bara svona þú veist, til hvers ég það má alveg spyrja þessu til hvers, þetta skildi ekki mikið eftir sig fyrir mig þú veist, ég veit ekki hvað það var þú veist, kannski var það bara því ég upplifði svona þessi gæði væri að fara að tapa þessum fórsetakosningum og ég bara svona djöfull geti hlakkaði til að kveðja Oddur sko púkar ekki upp á lúsera sko nei, ég púka ekki upp á lúsera nei, þú veist þið viti hvernig þetta er, þú veist, maður er einhvern veginn búin að vera þetta er búin að vera Trump World bara einhvern veginn við höfum þetta fengið svona 4 ágætis ári pásu þannig ég einhvern veginn sko ég náttúrulega fílaði Jeremy Strong í bot sko í sínu hlutu, hann algjörlega langbæstur Sebastian Stan þú veist það er eitthvað erfitt að leika þetta hlutar sko. ég veit ekki lúmst erfitt og þess að Jónsson var að segja sko, hann er einhvern veginn, sko, hann er taktarnir og reyfingarnir og holningin, hann er ekkert eitthvað brjálæslega líkur honum, það er ekkert verið að leggja eitthvað rosalega mikið eitthvað Gary Oldman Churchill eitthvað make-up flip sko, hann að, jú, mér fannst hann að gera þetta alveg ótrúlega líka sérstaklega því að fyrir mér er þetta alltaf bara Bucky í Captain America Winter Soldier en hann er alveg fantakúðu leikari en hinn er náttúrulega bara einhver sturlaður methodleikari sem fer einstaklega vel að leika yfirgengilega anstíkilega menn það var ekki einhverji það á sínu tíma þegar voru að taka upp Succession í Íslandi það mætti varla að tala við hann sko, á setti Jú, ég held að það sé sko. Hann er bara fellur algjörlega inn í hlutverk Já, hann bara er í karakter og það sem hann er náttúrulega verið gegnum þetta að leika alltaf frekar anstíkilega menn þá verður líkt mjög gaman að vera nálandunum, en minna, þetta er svona þessi methodleikara sko. Ég held að uppáhald senundar mínar í þessari mynd þegar ég pæli hafi mögulega verið senundar með Trump og sko Ivanka sko
Já. Ívana Ívönu, já, Ívönu hver heitir Ivanka? Það er ykkur Dóttirin. Það er dóttirin Dóttir Ívönu Já, heitir Ivanka Já, Jesus Christ Mér finnst það rosalega sinn Þú veist, þegar hann að segja bara minna Herru, ég bara hef ekki áhuga lengur Bara, ég hef engan áhuga Bara engan, ég bara lagast ekki að kynferðslega lengur Bara engan, 0 og nix Og hann er einhvern veginn, þú veist, Það er ókvæmt að snerti þessi gerfi stækkuðu brjóstin sjálfur sko sem heimtaði þetta brjóstastækkurinn Eina skipti sem við kennum mistök í myndinni Nei, líka sko hún Ívana heitinn, það er nú bara 2 ár síðan hún dó hún var líka bara ógeðslega flott með svona tabloid típa þegar þau voru hjón sko, þau voru bara alltaf á slúðu síðan sko og hún var svona nagli sko helviti töff gælla sko en líka mjög flott, þetta er hún Marja Bakalova sem leikur hana sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir Borat a subsequent movie film þetta er stelpan úr Borat 2 Oh my god, ég var að hugsa hvað ég kannaðist þetta nafn hún er með eina tilnefningu sko í bakbókanum nú þegar sem fæst aukaleikunum wow. Ok helviti góð og gerði Ívönu kannski meira sympatískari heldur en kannski hún var ekki algjörlega, mér fannst það mér fannst þeirra sinni rosalega góður ég held að uppáhald sena mín hafi verið þegar við jarðaför og lítið að gera á sama tíma að klifta á milli, mér fannst það alveg æðislega akkurat sko Já, svo var ég líka mér hérna var í partí einhverju subbu kynsvalspartí hjá Kón og stendur hérna á Andy Warhol og hvað gerir þú? Ég er listamaður hvað gengur, ertu successful? Hvað gengur? Ég fór held ég einmitt að pissa þegar það var, ég frétti bara að í eftir myndina en Andy Warhol hann dúkvar upp allstaðar sko. Hann var í Dórsmyndinni og hann var alltaf í einhverjum partíum, hann er allstaðar en þarna þetta er 1975 eða 7 og náttúrulega þessi menningarsnauði bavíaninn, náttúrulega veit ekki hver Andy Warhol er ég er svo kláraði, þetta er ekki skáldur sinna, þetta er bara verið svona hvað þú? Hvað ekki þú? Já, hvað græði ykkur penning á þessu? Já, hvað Andy Warhol segja, já, art sko making money is art og þarna er art of the deal wow, ég held að uppáhaldum mitt við Trump sé hvernig hann lítur á líkansrækt hann bara stundar ekki líkansrækt sko. já, þegar hann lítur svo á að sko, þú veist, orkan líkamnum sé svona einhvern veginn hvernig var það? Hleðu sig óafturkvæm óafturkvæm þetta er bara batteri sem rennur út að sena þegar hann er að tala um að fara í þess fer hann að gera hann að læknum þú verður að hreyfa þig sko no can do glindu keirandi á amfetamínu náttúrulega sko megrunarpillutna sína sko bara spýttaður alveg sko en já við Donald er náttúrulega samlega mjög sko hann er ekki Diet Coke hann hefur aldrei drukkið nei ég var að tala um Diet Coke og Coke sko en áfengið hefur hann aldrei ég veit það hann drekkur einu sinni í myndinni veit ekki hvort það sé satt Cohen bara skipa hann að fá sér sko og það er náttúrulega það sem ég held mest gegnum sko að þessi maður á aldrei drukkið ég trúði þess ekki fyrst þegar sko hann lætur eins og sko ég eftir sko hálfa viskiflösku og nokkuð skot sko, alltaf, alla daga sko þannig að ef hann hefði allavega þessa afsökun að vera fullur ég myndi skilja hann betur og fyrirgefa meira sko þetta er rosalegt að vera svona vittlaus edrú sko er þetta út af því að bróður hans var alkoholisti? Já, sennilega með minna hann af einhvern tímann talaði um það já, ég held að hann hafi sko bæðið svona vítilli varnarsókl og fannst hann sko bróður sinni alltaf verið svo ógeðslur aumingi sko og kallinum pappanum fannst hann alltaf ógeðslur aumingi og alltaf Donald vill ekki vera aumingi sko að hann var flugmaður já, og fyllibita en það er alltaf, já nei, en þetta með Trump sko, ég held að hann er ekki Diet Coke, ég er Coke sko, en við erum mjög saman á það að það er mjög gott að horfa á sjónvarp og geta ruslmat sko en það, þið vitið að við erum tvíbara sko ég er fættur 13. júni, hann er fættur 14. júni nei svo vorum að horfa á myndinu og Dóra mín, heldur hún að sagt þessar
Já, þetta svolítið tvíburalegt. Þannig að ég er alveg með svona ákveðna andlega tengingu við hann, sko, þó að ég þvola hann ekki fyrirlítið allir leitir, sko, en ég skil alveg svona sum craziness element í honum og einmitt eitthvað svona búið sér til einmitt eitthvað líka með sér bara bílabatteri sem að verði bara að passa að verði ekki að tæma svona í ykkur rugli. En minna maðurinn er hvað, er hann ekki 78 ára? Getur varla Við drefumst ekkert svo glatt, sko. Hann getur varla stíði upp í ruslabíl. Elsku kallinn, hann var svolítið gamall. Já, en hann er ekki döður? Nei, hann er ekki döður, það er hárrétt, sko. En mér fannst atriði líka það sem hann er að syrgja bróður sinn, er grátandi, segir hann að hætta að horfa á sig, hættu að snerta mig. Og hættu, það var rosalegt, sko. Og eitt af svona bestu atriðunum myndinni, sko. Já, það segir líka Ég tekið þetta tilbaka með Sebastian Stan, Herri Pæli. Já, þetta ekki vera Á góður í því atriði, sko. Nota þetta eigið podcastli sem verður að tala Sebastian Stan niður. Hvað veit þetta? The Sebastian. Helviti góður, sko. Þeir gerir þetta mjög vel og það er svolítið, þeir eru svolítið fyrst með þessi tvei leikarar eru svolítið svona þeir ber hann svolítið uppi. Hún hefði alveg getað fallið svona niður í flokk, sko. En samt alveg bara ótrúlega lefnað ég hafði enga væntingar til þess að mynda mér langaði ekki til saman ég var bara, að því að sko plakatið er svo eitthvað mikið trömm gull eða allt vilt eitthvað maður bara, hvað tískast, hvernig datt ég að gera þessa bíómynd hvað er að? En, sem ég segi, þetta er óþolandi maður in real life en sem svona persóna í bíó þá býður hann upp á titrif sko. Kannski auðvitað sem ég hef kannski haft einhverja væntingar eða eitthvað, ég veit ekki af því að ég bara, mér var svona ekki skilja mikið eftir sko. Bara klára að horfa á hana svo bara hugsaði ekkert Nei, ég vildi að vera að segja þetta sama sko, forsetatíð Donald Trump sko, sem að skilja það mikið eftir sig að þetta myndi ekki taka svona 30 ára að vinda bara á síðustu 4 árum sko, og nú verður þetta bara ennþá verra sko. Þetta er svakalegt sko. Já, þetta er nefnilega held ég alvarlegra en kannski það fólk vill almennt Hvernig líður þið með þetta, Jón Þór? Þú var 16 ára þegar hann tók þig síðast Já, ég með Þannig að þú þekkir eiginlega ekkert annað Jú, maður kannski þekkir eitthvað aðeins annað en maður mann ég var í menntaskóla ég mann eftir morgninum þegar maður mætti í skólan það voru einhvern veginn bara allir í sjokki það trúður enginn að þetta hefði gerst Nei. þá líka voru bara held allir að Hillary myndi taka þetta og það hafði ekkert gerst neitt óvænt allavega í þessum kostningum á undan mótið mitt Romney þá var þetta bara maður held bara já, veðbankandi segja þetta þá bara endar þetta svona og svo bara vaknar morguninn og hann er ótrúlega góður svona sumlegur, já ég maður eftir að ég drakk mig í svefn þarna kostninganóttina sko og 2016 já, og þetta var svona stingu seinni rauðins sko og var svona að legg út af þá var Hillary nokkuð svona bara vel inni sko og svo vaknaði morgun og þetta er svona eitthvað vesti þingum morgun æðið minn er bara nei, þetta getur ekki verið En mér finnst þetta jafnvel verra núna aldrei 2016 Já, veit þetta verra núna hvernig er þetta að gera þessi mistök aftur Þegar nú stoppar hann ekkert sko Nei Það er eiginlega vestar sko Svo veit ég ekki hvernig svona fólki líður sko hann er bara lýst yfir, hann ætli bara að koma eftir ykkur sem er búin að vera leiðilega við hann sko Einmitt og ég sá nú, það var í Hálfveitur Reporter þá var nú Sebastian Stan var bara spurður út í þetta sko hvort hann hefði áhyggjur af þessu en hann er hann fættur í Rúmeníu Sebastian Stan? Já Ok og hann segist nú ekki sko trúa á óttan en nefndi að líka Jimmy Kimmel væri búin að spurja hann hvort hann ætti ennþá rúmenska vegabréfið sitt af því að Trump væri eitthvað búin að lýsa yfir að hann ætlaði hygglust að vísa bandarískum ríkisborgurum úr landi sko Jesus Christ sko Einmitt. Og já, Sebastian það segir að svona, já hljóminu þess að Evrópa sé svolítið bara staðurinn fyrir hann núna en hann segir líka sko hann nennir ekki að pæli þessu ágjörða hann komi frá landi þar sem að fólk var þakkað niður og látið venja sig á að lífi ótta og Sebastian Stan vindur svolítið ætlar ekki að gera það Wow. En ég held að það séu margir sko, sem að sé ekki rosalega spenntir fyrir því að svona, komast að því hvernig fórsetin ætlar að ná sér niður á þeim Nei, ég er að vona að hann taki bara 4 ár í golfi Það er mjög líklegt sko að hann verður bara golfvöllunum í 4 ár Já Vonum það og þá mögulega verður þetta aðeins skára og meðan eitthvað annað fólk Já, svo þessi J.D. Vance þarna Bjáni
þetta alveg svakalegt náttúrulega Já, þurfum við ekki að taka Hillbilly Elegy fyrir Netflix endum mynd við því Hafið þið séð það? Ég hef ekki séð það. Nei, Nei, ég hef bara heyrt í fólki sem er séðan sem fannst hún vera mjög vond og sem sagt, sko, bókin sem að þessi Sauður skrifaði væri í rauninni sko, tölvert betur heldur en þessi Netflix-mynd sem er, hvað, skartar hún ekki Glenn Close og eitthvað? Jú, heldur betur Já, en sem sagt bara innan við 48 klukkustundum fyrir kosningarnar þá var Sebastian Stan einhvers staðar í viðtali og talaði Trump sem sko, vænisjúkan hrættan lítinn mann sem væri skítsama ykkur öll bara hafa það í huga Akkur var hann að gera það? Akkur var hann að tala svona? Akkur gera hann ekki þessu Washington Post og Jeff Bezos og meina fjölmiðlunum sínum bara lýsið við stuðningi við Kamala Harris Pæli hvað Jeff Bezos er í góðum málum í dag Hann er fullkomnum málum Já Næstu bara vel settur og Musk Já, það er enginn eins vel settur og Musk í dag Það er bara þannig Nei, og líka svo hann benti líka fólki á sko að það væri hægt að stríma þessari mynd og það fólk ætti að gera það áður en að færa að kjósa en þessi mynd virðist alltaf ekki hafa skadað Trump mikið Nei Hann hafði alltaf ekki úrslita áhrif Nei Ætlum sé, þú veist, er fólk að fara á hana í bíó? Nei, ég veit það, ég hef ekki séð Það er engin gögn komið fram þetta En ef þetta er satt sem þið segja að það sé verið að takmarka eitthvað aðgengi á hana samfélagsmiðlum þá kannski er það ekki að hjálpa Það er 100% ekki að hjálpa sko. Þetta er rosa, það er ótrúlega fyndið sko. En ætla ég get ekki auðlýst hana núna þegar kostningarnar eru búin Það lítur eiginlega að vera Jú, ég veit ekki hvernig þetta virkar á Facebook og Nei, það var eitthvað svona sérstætt á Facebook þeir voru með eitthvað svona sérreglur og til að takmarka bara eitthvað þannig að þeir hafi bara ákveðið bara að við can't be bothered sko. En hvað, þarf eitthvað að vera sko, takmarka aðgengi okkar að auglýsingum einhverja myndum Trump á Íslandi sko. Það er ekki Einmitt Þessi samfélagsmiðla það verður að loka Hvílíku aðeins Svo er náttúrulega íslenska kosningar framöndan Við ætlum að vera með, við kynum það fyrir hlustundum núna við ætlum að vera með 10 sérstaka kosningahætti í bóði takja tónum Er það ekki tóttu? Nei, ég bara og hvað verður við þá með svona towerborgara við ætlum að boða frambjóðendur í þáttinn og spyrja spjörnum út kvikmyndir og sjónvarp þú ætlar að vera með Law and Order quiz ég ætla að vera með Survivor quiz Jón Þór, hvað er þú komið? Ég verð líklega með Adam Sandler Nei, ég er alltaf, þetta er svona sem ekkert vitlaust við ætlum að gera þetta í kringu fórstakostingarnar og náðu ekki en ég stend alveg á því sko að þú færir fólk til að segja þér frá uppáhalds bíómyndunum sínum og hvaða horfið svona á því að þú fáir ekkert svona betri innsýn í hvaða manna hefur að geyma það er þetta mjög human sko við getum gert það en þetta fyrir ekki endilega að vera toppaðir þið getur bara að fengið einhver Heyrðu, ég var búin að glemma því Jón Þór ég ætla að byrja, sko, mér dætti í hug sko, tóti, að byrja á, sko, þegar við kynntum Jón Þór, byrja á kynnar sem frambjóðanda græningja og kynnti mér sem stjórnmálafræðing Já, ég gerði það, ok sem ég er ekki sem þú ert ekki, nei, þú ert kvikmyndafræðing ég held að vera bara bæta á í gráðu sem ég sé, þú varst ég þóði ekki að leiðri þetta Oddi finnst allir vera stjórnmálafræðingar eins og hann Það er allir stjórnmálafræðingar í mínum öfum allan Byrju, hvað var þetta? Það var þáttur 12 sem komst og talaði Adam Sandler Já, ég þekki ekki númerið Nei, það var þáttur 12 þá var ég ekki veikur Nei, þú varst ekki, þú varst veikur Svo var það jólaþátturinn Svo komst í jólahættinum líka Þú ert einn af svona bestu vinum þáttarins Svona kjölfesta Herðu, en talandum kostningar og kostningabordu og svona auglýsingar Ég var með bylgjunni í gangi á hann bílnum að keyra og þá bara allt í einu bara gargar Kristóf Frostadóttir á mig Nú er tímibreytinga og samfélgi grefur lausninnar og þá kom starfstöðir Loka á heita potta Fiskikóngurinn kom bara lóðbeint onni hann sko. Þannig að þú veist er kannski það sem vantar í efnahagslífi hérna loka á heita potta og er það kannski það sem samfélgin ætlar að tromma upp með Já, það vantar fleiri lok það er alltaf annað Það er 100% þannig Erum við að gleyma að tala segja eitthvað þessa Trump-mynda Nei Mér fannst hún í alveg, mér fannst hún ekki nógu merkileg Nei, þú mátt alveg, það er alltaf leið Já, ég veit það, sko, ég er bara, ándúks, ég er bara, hún er einhvern veginn
sána bara, svo lífum bara þú veist, þið veitir stundum setja myndir í manni Já, maður hugsar eitthvað eftir að maður hefur séð mynd já, en er þetta ekki bara, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað svona þessi gaur bara ómerkilegur Já, er þetta ekki bara svona Þetta er ekkert merkilegur gaur. andlegt svona varnarkerfi, sko, þú veist, undirmeðvindin ítir þessu út og niður, sko, en nei, ég verð bara, hún kom mér eiginlega bara svona skemmtilega óvart Ég er mjög gaman að henni og að því að ef bara loka svolítið augunum fyrir þetta sé nákvæmlega þetta óþálandi fíbl, sko, sem var náttúrulega vondikallinn í Back to the Future 2 var basically bara byggður á, sko, Heyrðu, hann er vondikall, hann er Biff Turner Já, var í turni Jesus Christ, maður Já, nei, þá er þetta bara svolítið svona skemmtileg saga, þetta er náttúrulega bara svona þroskasaga eða vannþroskasaga bara svona, en bara mjög svona cool, svona lítil dæmisaga og líka bara þessi samskipti, sko, veist, vondi mentorinn sem að einhvern veginn, sko, þarf svo bara sjá lærisveginn bara fara langt fram úr sér, sko það er eitthvað í þessu, sko kannski, mér finnst bara eitthvað svo fáránlega fyndið það gæinn sem er sko bara sko áhrifamesti stjórnmálamaður Bandaríkjanna á 21. öldinni bara mest bara consequential bara þú veist það sem þessi gæi hefur gert Hver? Donald Trump ég líti ekki ennþá á hans stjórnmálumann ég datt út þegar þú fórst að tala einhvern áhrif það er bara eiginlega enginn haft eins mikil áhrif og þú veist og Barack Obama þegar hann gerir grín á honum 2011 sko. Hann gerir grín á honum hann fara hann að kvöldverður fjölmiðla fólks Donald Trump er þar og Donald Trump var alltaf að tala efast að Obama hefði fæðist í Bandaríkjunum var alltaf með þetta birth fæðingavottor og Obama bara gerir sko ekkert eðlilega mikið grín á hann sko. og þú veist það er því myndbönd af Trump hann sé þetta það sem að Trump er bara hann er brjálaður sko. og þarna ákvæðan að fara í frambúð sko. Ef Obama hefði sleppt þessu þá væri ekki það sem við erum í dag sko. Finnst þér eitthvað skrítið að Obama hafa frestast að gera grín á hann hann er náttúrulega, hann líkur ógeðslega vel við höggi algjörlega, ég menn og þess vegna kannski situr þessi mynd ekki í mér vegna þess að þetta er svo ótrúlega þú veist, þetta er bara einhver siðblindu gaur sem kennir honum einhverja 3 reglur og þessi gæi er síðan bara fórstið sko. Já, hann er bara fáránlega successful ekkert successful með forgjöf í einhverjum ættarauði sem hann gerir nú meira mest að ég klúður á að eyða sko. Þetta er náttúrulega bara svona kúkur sem að flýtur bara alltaf ofan á og þetta hlýtur maðurinn að vera successful ef hann er komin í Hvítahúsið tvisvar en þetta er fáviti og það er ekkert substance og engin innistæða það tengist við inn í þetta það er eitt atrið sem við ekki tala þegar hann er að hitta rithöfund sem skrifar Art of the Deal Lokaatrið það er lokaatrið, já hvernig fannst ykkur það, þú veist, þá er hann að þú veist, þá er rithöfundur bara, þú fyrir að segja mér eitthvað hann bara, hvað er ég að segja, ég er ekkert að fara að opna mér fyrir þér, þú ert ekkert að fara að grafa upp eitthvað um mig en þá endanlega sjáðu að hann fæðast en að bara Trump sem við þekkjum í dag hann verður einhvern veginn hvernig fannst ykkur þetta atrið? Ég er alltaf bara mjög gaman að síðan við erum blaðamenn ég skrifa æfisögu vafasamrar mannesku shady karakter sem ég er mjög gaman að þessu og líka þessi gaur í mann ekki hvað hann heitir hún var ekki sérstaklega vel við Trump og hafði verið skrifað eitthvað ljótt hann ekki þess sem Trump fekk hann sko. en svo bara, þú veist gerir maður bara það sem maður þarf að gera fyrir peningin en ég líka talaði einu sinni við mann sem var eitthvað stærri í einhverjum undirheimum og var að ræðum að skrifa sögans og voru við Jakob Bjarnar og Jakob segja þú voru að segja okkur allt og sagði, nei ekki það ekki, þá fyrir ég í fangelsi þetta er bara svona en að mér fannst þetta mjög kósi atriði það hefur náttúrulega aldrei komið fram í þessu þætti þú og Jakob Bjarnar skrifuð sögu Karolínu en Kókó Jú, hefur ekki oft komið fram Hefur það komið fram? Já, það hlýtur á 75 þættir Ég er ekki viss að það komið fram Ég dökka mann Heita mann, já En svo að því að ég er bara leiður á Trump og tala mann sem hálfveit og fáið alltaf þá er hann samt hann er sjómenn, hann kann tvö bara svona golden dæmi úr þessari kosningabaráttu það er náttúrulega þegar hann bara vippa sér í að fara að ágreiða McDonald's og svo þegar hitt senal fíblið þarna fyrir að kalla deplorables trash já. Og þá klöngrast hann upp í ruslabílinn sko. Þetta er að seize the moment sko. Og aðalatrið hann er skotinn og hann hefur vitað að rísa upp og steita nefn búa til þetta magnaða myndamóment
það var líka rosalegt sko. það er bara svo langt síðan manni finnst þú veist það að gett sko ég er bara að gleyma, við erum ekki að tala þessi mynd, hún samfæri með endalega það, já ok, hann er að fara að vinna þetta og þó þessi langt síðan, þá var hann nei, það er einmitt þetta sko, þetta er náttúrulega ég held að hann hugsa ekki, þetta er svona instinkt, hann gerir þetta bara þetta er bara einhver eðlis viðbragð sko, hann vissi bara þetta er náttúrulega bara, hvað er flestir hefur bara, þú veist, skrið einhvern veginn í fangi á lífverðunum sko, eitthvað, og bara og bara ógeðslega heppin að það væri svona blóð í eyrann í leiðinni sko, og sagði hann ekki með þessi fyrstu regluna? Nei, hann sagði fight já, ekki attack. Nei, ég held að vera attack sko, sagði hann attack? Ráðast á, sko, þetta alltaf að ráðast á sko, og svo er náttúrulega átt að ljúga og búa til já, reglega, en ég er nokkuð sem hann að hann sagði fight, ruglaði hann sló saman nei, líka bara þessi taktar hann er ótrúlega fljótur að grípa eins og þegar hann fer í þessa kappræður við Joe Biden í júni þú veist, þegar hann segir bara I'm not sure what he said and I'm not sure he knows what he says þú veist, það er bara þessi instinkt, hann er algjörlega með þetta er eðlis á þessum eineltistuttan sko, hann er mjög naskur á þetta sko, Sleepy Joe og þetta er alltaf pekar út eitthvað svona annarkvort bara líkamlegt enginn eitthvað eða annað og það er alveg til svo er alltaf verið að tala um Trumpi sem er alltaf að tala um að globalistarnir og massmedian og meginströmsmöðlarnir við þar á meðan við erum alltaf að ljúga upp á hann og ég skil ekki hverju við erum að ljúga þetta er allt hann on camera að segja þessa dellu hvernig er þetta að ljúga upp á hann mann hvernig getur logið ykkur upp á hann mann og það er annað dæmi sem að hefur, mér finnst ekki tala nógu mikið um það sko, hann er náttúrulega sínæl sko, þessi guður sko, hann er svo Joe Biden sko já, það eru í síðan, og þetta er bara eitthvað áverðandi núna og fóru bara ágerast bara svona endarspertinu í kosninga bara þegar hann ákveður bara, heyrðu við skulum bara hlusta á tónlist setjum bara tónlist og segja stendur bara í 40 mínútur það er allir að það ok, þú veist, ekkert eðlilega skrítið sko, það er bara ekki að tala um þetta að þetta er Donald Trump já, og þetta væri allir í lagi ef þetta væri ekki hann, þetta fyrirbæri og vegna svo flestir fórsetar í gegnum tíðina hafa alltaf verið með svona sæmlega vituborna aðstofamenn, embættismenn og kerfið getur alveg rúllað ófá því hver er í Hvítahúsinu Einmitt. En ekki þeir út með svona bavíana sko. Það er nú kengurinn í þessu fælið bara í ég get ekki hægt að hugsa um þetta að einu sinni þá var bara sko, George Walker Bush var heimskasti og versti forseti í bara sögu Bandaríkjanna og það gæti enginn látið hvarfla að sér þetta getur að vera nei svona í þeim ljóma sem ég sé Bush yngri í dag, þá var þetta bara fínir í forseti og bara koma hann fagnandi ef hann vill koma ég myndi drepa fyrir að fá bara 4 more years George W. Bush hann var ráðast inn í öll löndinni þannig að sjáðu hvað allt er afstætt í líðinu þetta er crazy dæmi sko. En eins og ég var að hlusta bara að ég hlusta svo mikið á þessu podcast og svona að þið vitið sjókmála skýrendur og eitthvað dæmi þú veist, þetta er bara the new reality sko. Þú veist, demokratar og stjórnmálaskýrendur og allir bara við þessu mainstream media lamestream media við þurfum bara að fara átt okkur að þetta er bara verðleikinn svona er þetta er sem fólkið vil kannski væri allir bara þá bara að feysa þann raunveruleika head on sko. Þetta geta demokratar alveg kent sér þetta miklu til sjálf þetta er náttúrulega algjör aumingjar fyrst hann alltaf púk upp á sko, andlega látin mann Biden fram með öllu sko, og brenna inn á tíma en það gátt ekki fundið eitt skára en Kamala Harris sem er ekkert sérstaklega spennandi framfíð en það er bara umræða núna Joe Biden eftir þetta Joe Biden er ekkert nema aukapersóna núna í sögu Donald Trump það er það sem hann er Sleepy Joe ekki neitt sko, þú veist, það er bara þannig mun sagan minnast hann sko Já, ég get samt ekki beðið eftir sko, ég held að Bill Maher sé örugglega með real time á HBO annað kvöld sko, ég get ekki beðið sko hann er einn af þeim sem er búin að sko, er með target á bakinu bara Hvað finnst okkur Bill Maher? Hann er miklu uppöld hjá mér en hann er orðið verri
á síðustu árum En ekki svona laumur republikan Já, ég er eitthvað annað hann er einn af þessum vildi svona ágætisgaur fyndin og sniðu sko, svo bara fekk hann einhvern, hann fengið vóki á heilan sko, þannig að það er allt orðið sko. Það eru nokkri sem að fengi vóki á heilan Já, sem eru greinilega bara mjög alvarlegur sjúkdómur það, og bara ég finn svo til með mönnum sem að fá vóki á heilan sko. Hvernig ætla ég að vera bara svona bara venjuleg gaur svo bara eftir að andvaka heimur nætnar því að það er til eitthvað transfólk sem er ekkert að ógna þinni tilveru á nokkurn hátt sko, en þá bara þú sefur ekki áhyggjum að þetta fólk sé bara komið bara, og hvað? Nei, en klárum Bilmar sko, að því að ég er búin að hlusta á hann síðan, 2012 alveg bara alltaf þannig? Já, og þá var hann ógeðslega góður, ógeðslega fyndinn og það er mjög gáðaður og svona rétt sín vinnu minn sem að kynnti mig fyrir þessu sko. Þannig að hann hefur versnað sko, en hann er ennþá fyndinn og En ekki svolítið búmel líka Jú, hann er það náttúrulega bara by definition sko. og svo líka náttúrulega reykir hann svolítið mikið gras sem að ég staðfast hann er pothead sko. Já, ok, ég veist það ekki tala mikið það og ég hef svona ákveðna trú á því að það sé mjög slæmt fyrir fólk að reykja mikið gras á væli frekar með áfengi og stórum skjöldum Jó, það er öðru í sig nema hvað að þessi 4 ár sem Trump var forseti þá var Bill Maher bara eiginlega allur monologurinn alltaf var ógeðslega fyndinn hann fekk svo mikið stöf til þess að gera grína svo er hann bara verið svona la í 4 ár þannig að ég bara sé fram á góða tíma núna og þetta er frábærpunktur, þetta er líka bara svona gott fyrir lista fólk þú veist að Trump fór í mál við hann fyrir að segja í einu málókinum að hann væri komin á orangútan öpum Trump gæti ekki setja undir því sko. Ok, það er mjög gott það er ekki það eða gott Nei, þetta verður skemmtilegt Þetta verða áhugaverið tímar sem þýðir ekki að verða mjög skemmtilegir Nei, Jón Þór, ertu með eitthvað svona Adam Sandler eitthvað fréttir á honum sem vilt færa hlustundum? Nei, ég er ekki með Vistu hvað hann stendur í pólitíkin? Hann er republikani Já, er það ekki? Hann er republikani Ég veit ekki hvort hann er við samt Nei, hann þarf ekki að vera Trumpist Nei, hann er líklega republikani sem kaus Kamala Harris Það kemur ekkert orð Nei, ég sá eitthvað segja að Kurt Russell væri Trumpisti Ég sá bara þessa línu eitthvað ég bara er miður mín Dennis Quaid er Trumpisti Já, það mér fannst það ekki gott þegar þú sagði það En sko, Kurt Russell er svona hann er svona definition af svona eini góði gæðin í Hollywood sko, þannig að þetta er mér áhyggjefni og þetta er ekki fake news Þetta er ekki fake news Þetta hlýtur að vera fake news sko. Það hlýtur að vera Ég bara trúi ekki sko. Getur verið að við séum bara svolítið svona bara að þotna upp á Donald Trump einhvern veginn bara Þetta er bara svo þú veist, þetta, við ætlum bara að hafa hann að þátt allt öðru sko. Þetta átt að vera, þú veist, við ætlum að vera ætlum að gera botlaus grín af Donald Trump Já, við ætlum að opna kampæðslöskur og kveðjan og þú veist brjóta flöskuna Já, því að einmitt, þú sagði við mig fyrir ykkur síðan read my lips Kamala Já Ég var að segja við ætlum kannski að spila þetta þennan hljóðbút aftur en ég er ekki fyrir sem ég geti ég er mikið stolt Hvað er samt gaman að vera já, ég er frambjöndið ykkar af því að ég er ekki Trump Það hef ég fram að færa Já, nei, þeir klúrum algjörlega Kamala Harris held ég og hlustundu vita að ég veit ekki neitt það hefur komið í ljós Þú er nú samt alþjóðastjórn Já, ég er samt alþjóðastjórn Ég held að Kamala Harris hafi ekki átt sens bara frá upphæð, sko. Hún átti aldrei sens sko. Það er bara, þú veist, málega er bara efna, it's the economy stupid sko. Þú veist, það er bara efnaðsmálin er bara þannig þetta er bara svona, þetta er að gerast á öllum Vesturlöndum sko. Bara leið og þú kennst þig valda þá verður vondukall þá hata allir þig, það er bara orðið þannig þú verður bara óvinsæll og það sem er mest pirrandi við þetta er að nú mun Trump taka við þegar efnahagurinn er að taka við sér og verðbólgan er að leiða niður og hann mun segja ég gerði allt en það mun vonandi kannski verður til þess að hann mun ekki gera neitt af því sem hann ætlaði að segja sko. Ég held að, ég veit ekki Ég móðgað nú einhvern tímann í einhvern þætti þegar ég rukkaði síðan að ákveður drápa hann ekki sko þarna á síðasta kjörtímabili Ég vil bara ítrekka þetta Nú eru þú myrtur af einhverjum dróna sko. Já, nei ég veit ekki, ég sagði þess að sögja þá líka þegar Bush eldri var fórsetin, þá var Dan Quayle varafórsetina sem að tala um að væri svo heimskur sko að það væri í alvörinni CIA agentar bara á standby sko ef það kæmi eitthvað fyrir fórsetan þá bara
Dan Quayle bara, herðu, skautan ykkur í hausinn, hvað? Það er þessum gæðin sem gæti ekki stafa potato þegar hann var að tala við leikskólakrakka eða eitthvað. Já, shit, það er rosalegt sko. Var engin kafli Dan Quayle í bókunum þínum? Nei, engin. Ég bara ætla að láta mig bara rifja upp þeirra. Ég hitti Mike Pence við höfðu. Hitti þú hann? Já, ég hitti hann. Tók hann? Nei, hann labbaði frá mér. Hann var mjög skemmtilegur. Mjög góður. Þetta nú bara aldrei hitt hjá góða mann. Þú kemur nú ekki oft með name drop en þið vil það sterk þegar þú púlar þeim. Já, hann sé ekki svona frægasta mannaka sem ég séð. Ég sé nokkra. En hefur ekki heyrt sem sagt Kennedy-sögunum Dan Quayle, hef ég ekki sagt hana? Nei, ég man ekki, Dan Quayle var í kappræðum móti einhverjum demokrata sem man ekki verið gamall kall sko, og Quayle náttúrulega var ungur fór að bera sig saman með JFK og þá bara sagði inn Senator, I worked with John F. Kennedy, I knew John F. Kennedy. Senator, you are no John F. Kennedy. Já, Legendary. Heyrðu, ég man eftir þessu. Þetta var geðvikt. Geðvik lína sko. En já, við lofum svona hressara þetta í næstu viku. Ekki segja fólki að þetta sé slappur þáttur. Nei, menna hvað varst ekki að hlusta á Roy Cohn þegar hann var að lesa við Trump? Attack. Svo þetta ljúga og búa til þinn sannleika. Ok, byrju. Góð listendur, þetta er búin að vera frábær þáttur þegar við skemmt okkur ótrúlega vel. Nei, þetta var besti þáttur sem þið hafi hlustað á. Já. Frá öru og velda. Já. Og mögulega verður næsti þáttur bara aðeins betur en annars er þetta besti þáttur sem við hlusta á. Það var svona, sko. Já. Þið verðið að halda áfram að hlusta. Já. Hvað fleira? Ljúga. Eitthvað fleira. Nei. Heyrðu, farið í símaðin og reynda að finna þarna lægi sem að þið föttuðu að hefði átt að vera lægi sem við spilum. Er það málið það? Já. Ok. Þetta er ekki Jónar? Jú. Var það í að ég er á ungu fyrir The Apprentice? Hæ? Í alveg? Þetta voru geðveikir raunveruleika hættir. Ég man eiginlega bara fyrst þessi Donald Trump þegar hann er í kosningabaráttu. Þið veit að ég elska raunveruleika hætti og þetta voru geðveikir þættir og allt sem ég hlustaði á, að ég hlustaði svo mikið á podcast, ég hlustaði á hérna Anthony Scaramucci sem var hérna fjölmiðlafulltrúinn hans í Rest is Politics, hann var fjölmiðlafulltrúinn hans í svona 2 daga hann var að vinna fyrir Trump-kampæni og hann talaði bara að Trump hefði bara ekki hægt að tala The Apprentice að þegar Trump vildi nefnilega aldrei verða fórsetið 2016, hann vildi komast hann vildi bara bjóða sig fram svo var hann bara, heyrðu, þú veist, hann var bara fann að hugsa bara, næsta seri af The Apprentice þetta verður stærsta serían og svo meikaði hann ekki þegar Arnold Schwarzenegger tók við af The Apprentice drullaði yfir hann og alltaf að tala hérna the rating, sko, þegar þú veist, þetta er bara hans þáttur, þetta er ekki eðlilega ég horfði alltaf aldrei á þetta, en það er ég ekki að frífina raunverulega og þú er í mann samt að í einhverju celebrity útgáfa þessu var það ekki til þá var þetta Andrew Dice Clay sá fíni, hérna, uppfyrstandskrínari og gott ef að Mickey Rourke, sko, minn uppáhald sá ekki verið eftir á hjá líka og þeir eru báður, sko, held ég alltaf til að drulli yfir hann, sko hann er alltaf rakað á, ég fætt þetta er nákvæmlega sem Barack Obama gerir grín á hann fyrir, hann var bara svona þú veist, já, hérna, þú veist, og meðan ég er að reka Bandaríkinn, þá er þú náttúrulega að tala um ábyrgð, þú ert með Meatloaf og þú veist, hann talaði einmitt og salurinn öskur hló og hann sástu bara svipna á Trump, ég ætla að eyðileggja allt sem að þú hefur gert þetta var svakalegt, sko. Bara smábatt sem að fer í fíl ég mæli með því að fólk hérna bara googla þessa klippi, sko að Barack Obama að gera grín að honum 2011, þetta var svakalegt dæmi, sko. Heyrðu, ef ekki bara kvæðið það? Jú, ég vona að ég sé með rétta klippu, við sjáum bara til það er ekki bra. Sko, ég ætla að lýsa því beinni útvarpið þegar þú væri að finna þetta í símanni, það er alltaf svo gott útvarp þetta er fyrir að leita já, takk fyrir ykkur you fight já $1 bills, y'all.